Góðan daginn. Ég býð ykkur velkomin á þennan blaðamannafund hjá Knattspyrnudeild KA. Það var kannski lengri haldið, það bara byrjaði að óska ykkur gleðilega hátíðar og því árið nú að vera búið að þakka ykkur fyrir stuðninginn á árinu og víst við að hann verði jafn mikill eða ekki meiri á komandi ári. En ástæða þess að við blásum til fundar hér í KA heimilinu sem einnig sjónvarp beint á KA TV, þeim öfluga miðli, að kynna fyrir ykkur nýjan leikmann hjá KA og það þetta eins og aðra fréttir á Íslandi að það oft erfitt að leyna þeim, en það eins og þannig að núna yfir hátíðarnar þá höfum við náð samningi við Hallgrím Jónasson það að spila með KA á næstu árum og við erum afskaplega glöð og kát með það að Hallgrím hafi sagt já við KA, bætist í hóp sístækkandi KA Völsungs fjölskyldu sem hér hefur myndast. Fjölskylduböndin að verða mjög sterk hér á milli og við erum náttúrulega fyrir það erum við líka mjög ánægð með. Nú, fyrst og fremst Hallgrímur að koma til liðs við KA sem leikmaður og við væntum mjög mikils af honum sem leikmanni hjá okkur. Við erum búin að gera garðinn frægan bæði hér heima og erlendis og á baki og frá landsleikina. En til viðbótar við því að vera leikmaður hjá okkur og þá mun Hallgrímur einnig taka að sér afreksþjálfun hjá KA. Hann mun leiða það starf okkar að byggja upp efnilega krakka, stelpur og stráka til að verða afreksleikmenn með KA. Og það líka starf sem við leggjum gríðarlega áherslu á. Það algjörlega ljóst að til þess að verða klúbbur sem stabíll klúbbur, þá verðum við fyrst og fremst að byggja á okkar eigin leikmönnum og til þess þurfum við að halda áfram því góða starfi sem við í yngri flokkunum höfum unnið af hendi. Það þurfum við líka og höfum skynjað það lengi að við þurfum að taka það upp á næsta stig. Þannig að við höfum margt fyrir Hallgríma að kljást við. Fyrst og fremst andstæðingarna á vellinum, KA-deildinni og svo að hjálpa okkur við að gera KA-krakkana okkar ennþá betri. Nú, við ætlum hérna að ganga frá leikmannasamningi milli KA og Hallgríms. Þú fannum kannski segja nokkur orð á eftir og sjálfsögðu ykkur frjálst að bera fram spurningar til okkar sem hér erum. En ég vil ítreka það að við erum einstaklega ánægð með það að Hallgrímur hafi ákveðið að koma og taka slaginn með okkur í KA og ég leyfi mér að halda því fram að þessi samningur sem við gengum frá verði öllu félaginu mikil lyftistöng og við búumst gríðarlega miklu af Hallgrími innan á alla sem utan. Þannig að það var einn penni, við fengum einn penna. Ég skal byrja á því að ég treysti því að við sem skrifa undir eitthvað gáfulegt. Vonandi.
ekki. Ég sé allavega 2 fyrirverandi formanna knattspyrnudeildar KR hérna fyrir utan. Endilega að hleypa heim í salinn. Takk fyrir þetta bygg. Bara svona nokkur orð til að bæta við eitthvað sem Eirík sagði að fyrst bara taka fyrir Hallgrím að hann búinn að taka rétt ákvörðun og skrifa undir fyrir KA. Annars svona stór hrós fyrir stjórnarmenn utan að klára þennan dæmi að skrifa með Hallgrím sko eins og við vitum að það voru marg stór félag eftir honum. Eva var líka svona vel gert. Og þetta sem vorum að gera með Hallgrím í rauninni svona eitthvað sem síðan þessi stjórn og ég tók við líði sko vorum að setja áherslu að leikmenn sem koma hingað svona færri en leikmenn sem eru að fara og þessi leikmenn eru leikmenn sem svona lyfta liði, þjálfara og hína leikmenn í hringum sitt svona á hæra level og þetta sem klúbbur var búinn að vera að gera sko í undanfarið 2 ár að sýna að við erum svona á rétta leið með það. Og það bara gleði fyrir okkur KA-menn að hann eins og segi, bara búinn að skrifa undir og það bara svona skemmtileg tíma framöðu. Það svona sem ég getur sagt fyrir ykkur. Takk fyrir. Þú að þeirra? Já, fyrst og lagi bara takk hérlega fyrir að mæta. Það mjög gaman að sjá að margir sem hafa áhuga á þessu. Ég fyrst og fremst bara mjög ánægður að vera búinn að skrifa undir á KA. Ég búinn að taka ákvörðun hvað ég ætla að gera. Ég viðurkenni það alveg að ég var á smá krossgötum hvað ég ætti að gera, hvort ég ætti að vera lengur úti eða hvað. En eftir ég fór og talaði við bæði stjórnina og Túfann daginn þá sannfærist ég bara það að þetta var rétta skrefið. Við erum nú bæði norðanfólk, ég og kona mín og fjölskyldan flutt norður og fannst það bara rétt tímapunktur. Og ég verð að segja að það kom mér á óvart hvað þetta var í rauninni allt vel sett upp, hvernig þetta var hugsað og mér finnst það mjög svona raunsætt það sem var að tala um. Það ekki verið að tala um að við ætlum í meistaradeildina á næsta ári eitthvað svona sem kannski sumlið í Íslandi farin aðeins fram úr sér og þetta heillaði mér bara mjög mikið og eftir ég talaði við þá fannst mér þetta mjög auðveld ákvörðun. Þannig að ég bara mjög spenntur og bæði fyrir sjálfsögðu liðið, fyrst og fremst ég að koma til að spila fótbolta og ég eftir að læra margt. Það langt síðan ég var í Íslandi og maður lærir alls staðar eitthvað. Ég hlakka bara til að læra að þekkja strákana, þekkja þjálfarana, þekkja hvernig við ætlum að spila og komast vel inn í málin. Og svo hef ég mikið metnað fyrir því að hjálpa ungum krökkum sem kannski á svipuðum stað og ég var fyrir 15 ára síðan og vonandi get ég aðstoða þau að eiga möguleika að ná þess langt og þau hafa áhuga á. Það er það sem ég vil segja. Takk fyrir það. Það er vissulega eitthvað sem við stefnum öll að. Nú, kaffið er komið og með þessar veitingar þar, þannig að við skulum bara sitja og fá okkur kaffi en ef það er einhver sem vilja spyrja spurninga þá er ykkur velkomin að gera það, hvort sem það hér við borðið eða þá kannski á eftir. Ég sé nú fyrirvændi þjálfara minn á allir en hann hlýtur að spyrja eitthvað. Hvað er þetta nákvæmlega? Við aðeins, þessi samningur er hérna til Fjarðar. Fjarðar? Já. Hvað er þeirri gamli þjálfari? Þetta er svona í loftinu, það voru ekki að koma með það. Ég spil bara undir 4. Já, allt er góð. Þú eru að bjóða mér í mat þá. Engar spurningar Húsavík, kannski þekki Húsavík ágætlega. Það er kannski aldrei of oft
lýsa kveðin þegar með tala samband Káa og Völsung núna. Ég hef alltaf marga félagi Völsung sem að gera óspar grín að mér af því að Káa get ekki framleitt hverskum meðan þurfa að fara til Húsavíkur og fara til Völsung. Ég ætla bara að því við erum í beinni útsendingu líka. Það vil ég endilega það sé á hreinu að í litafræðin það þannig að til að búa til græna lit þá þarftu gulan og bláan. Tengingin þarna á milli því órjúvanleg og allir Völsungar gulir og bláir við beinið. Það sést ennþá betur í dag. En við erum afskaplega ánægð með það að við séum að fá trausta og öfluga leikmenn og ekki síður bara persónur, góðan manneskjur í félagi. Það er náttúrulega það sem skiptir líka máli að það verður að vera gaman, ganga vel á vellinum, en fyrst og fremst þurfum við að hafa gaman að þessu og alltaf gott að umganga gott og glatt fólk. Nú. Takk fyrir að koma aftur. Takk fyrir að koma og við sjáumst á vellinum næsta sumar og það er aldrei veitin að við eigum einhverjar fréttir í bókahotnunni þegar dagarnir fara að líða áfram. Takk fyrir að koma og takk Hallgrímur. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Hallgrímur Jónasson, velkomin í Káa og gaman að fá þig spjall til okkar á káa.is. Segðu okkur aðeins um sjálfa þig fyrir þá sem að horfa, fara aðeins yfir þína fjölskyldu, hagi og annað slíkt. Já, ég vil bara byrja að þakka þetta kærlega fyrir. Ég er semst 31 árs frá Húsavík og er með konu og 3 börn og er nýfluttur á Akureyri. Já, ég fari yfir ferilinn þá er ég staðinn upp á Húsavík og var þar alveg til 16 ára aldurs. Spilaði þar 1 ár með Völsungi í annan deild. Síðan flutti ég á Akureyri og var með Þór í 3 ár. Síðan fór ég til Keflavíkur, var þar í 3 ár. Og ég fór svo til Gautaborgar, spilaði þar í 2,5 ár. Síðan lá leiðin til Danmerkur, þar sem ég var í 3 mismunandi liðum síðustu 7 árum. Og nú er ég komin í það. Og sem okkur finnst frábært og gaman að fá þig. Þú búið að vera svolítið að fréttum eftirsóttur leikmaður, svona möguleiki að heimkomið til Íslands, búið að vera mikið að gera hefðar í síman? Já, það er búið að vera eins og mikið að gera. En ég hef bara reynd að halda mig samt sem mest í burtu frá þessu vegna þess að ég var ennþá að spila úti og veit ekki vera að hugsa 100 aðrar hluti sem að myndi hugsanlega kannski gerast. Síðan þegar ég frétti á Káa var ég áhugasamur vegna þess að fyrst að ég var að heyra bara góða hluti klúbbinn, starfið hérna og fjölskylda mín var flutt á Akureyri fyrir hálfu ári síðan og já, svo fór ég á fund með stjórninni og það eiginlega kveikti mjög mikinn áhuga hjá mér. Það kom mér óvart hvað þetta var, hvernig þeir hugsuðu þetta og hvað þetta var svona, já, flott hugsun og raunsætt. Þetta var ekki einhver allt miklir draumar og þá eiginlega var ég svona mjög hrifinn af þessu og fór að skoða hlutina alvarlega og eftir það þá gerist það tiltölulega hratt. Og þú svona ert að koma inn í Káa að spila í efstu deild núna annað tímabilið sitt og gekk svona vel á fyrsta tímabilið. Við vorum hana í efri hlutarinn lengst af og endum í 7. sæti. Hvernig líst þér á næsta sumar? Hvernig líst þér á svona liðið og kannski ekki séð mikið en hvernig líst þér á þetta? Já, ég myndi segja að þetta var mjög flott tímabil. 7. sæti á fyrsta tímabili og langt síðan að klúbburinn hefur verið í efstu deild og kannski ekki margir með úrslittareynslu sem voru í liðinu. Þannig að það var bara mjög gott. Ég reyndar hef séð nokkur leiki með Káa sem var, þó kannski allir vita það ekki. Ég bæði horfði á leiki úti og síðan mætti ég á Valsvöllinn og sá að spila þar. Og mér líst bara vel á þetta. Ég var mjög hrifinn af til dæmis leiknum út á móti FH. Sem ég sagt bæði við túrfagþjálfara og stjórnina, það kom mér mjög óvart hvernig hvernig þeir voru í leiknum. Ég held þegar liðið myndi koma
aðeins lítið liða norðan sem ekki var úrústilegt lengi og mæta á F-völlinn að þeir myndu leggjast í vörn og reyna að verja 1 stig og vonast til kannski vinna með 1 marki á skyndisókn eða eitthvað. En þeir spiluðu bara flott fótbolta og þorðu og áttu bara skilið að það fór ekki jafntefli sá leikur. Jú. Þannig að það var bara mjög flott. Velspilandi lið og fullt af húsgöngum, þannig að mér er bara mjög vel á þetta. Það er einmitt næsta spurning út að koma í hálf húsvís lið. Þekkir þess að stráka eitthvað fyrir þessa gutta sem að spila með K húsgönguna? Elvar og Hallgrímur og Hrannar og Ásgeir? Já, ég þekki þá bara alla sko. Ég hef bæði að æfa svolítið með þeim þegar ég var yngri og þeir kom heim á bæði sumarfrí og vetrarfrí. Svo var pabbi minn alltaf að þjálfa Völsung, hann var að þjálfa þessi strákar líka. Ekki alla en flesta, þessa elstu. Þannig að ég þekki til þeirra og ekki bara fótbolta þegar þetta er líka fyrir utanvöllinn. Þú ert ekki bara að fara að spila fótbolta hjá KA, þú ert líka að koma inn í starf sem þjálfari, þú ert að fara að taka við svona afreksstarfi hjá KA. Hvernig líst þér á það? Mér líst mjög vel á það og það var eitt af þeim atriðum sem ég hreifst mjög af. Þetta er hlutur sem ég hef virkilega áhuga á og metnað fyrir og hlakka til að takast á við það. Kannski líka vegna þess að svona hlutur sem ég hef óskað þess að ég hef fengið þetta tækifæri ég var ungur. Að það kæmi ykkur sem væri búinn að prófa bæði öll skrefin á Íslandi og líka úti sem geti ekki sem miðlað einhverju reynslu og ég vonast til bara að ég geti hjálpað þessum krökkum að ná að slanta og þau hafa áhuga á. Og nú náttúrulega ertu að fara að taka til starfa á nýju ári og ertu eitthvað búinn að leggja upp hvernig þú sér þetta fyrir? Ertu eitthvað búinn að skoða þetta? Já, ég er búinn að skoða þetta eins bara rætt bæði við í stjórnuna og túfa þetta en eins og segja, þetta er ekki komið það langt að ég kannski geti verið að fara í einhver smáatriði en við getum bara tekið það seinna. Ég aftur svona, eins og segja, kom inn og ræði þetta niður í smáatriði með bæði Sævari og túfa og þeim hvernig við gerum þetta en þetta verður allavega nokkar æfingar auka viku fyrir þessa krakka og mér langar bara að fylgja þeim vel eftir og sinna þeim mjög vel. Og nú ertu búinn að spila í flottu klúbbum á Norðurlöndunum. Hvernig þú séð hvernig er aðstaðan hjá KA á Akureyri miðað við önnur þar sem þú hefur verið? Hún er fín sko. Ég meina Boginn er flottur að spila allt árið og nú er komið Gerðugar seinna sem þetta er snjóra núna en sem þeir segja mér að þetta æfa á nánast allar æfingar ársins þegar þeir vilja. Akureyravöllur er mjög góður þegar hann er góður skilur. Ég sé að það komið lyftingarsal uppi. Aðstæðan í klefanum er flott, pottur og gufa og kalt bað og þannig að hún er bara mun betri heldur en var þegar ég var staddur á Akureyri fyrir 10 árum síðan. Þannig að mér er bara vel á það. Þetta eru sumir hlutir sem eru aðeins öðruvísi en þannig er það bara. Maður gerir sannlega grein fyrir þetta kannski ekki. Þetta er ekki stór klúbbur á evrópskar mælikvarða en aðstæðan er bara mjög fín. Og svona kannski að lokum bæði kannski fyrir því persónulega og svona kannski fyrir liði sem er erfitt að segja núna í desember en hver eru markmiðin fyrir sumarið? Já, það er ekkert svolítið erfitt að tjá mig fullt af hlutum í smáatriðum þegar ég ekki svona byrjað að æfa en markmið lítur klárlega að gera betur en í fyrra. Þegar þeir sýndu í fyrra að þeir geta vel verið með og enduðu 7. og voru mjög stutt frá því að vera í 4. sæti, ekki unnið síðasta leikinn. Þannig að við viljum bara að gera betur. Nú eru menn komið meiri reynslu og bara allir líka í kringum félagið og svo er alltaf þetta annað ár í deildinni. Það hefur reynst sumum liðum erfitt og það er eitthvað sem við þurfum að hafa í kollinum að annað árið er líka alveg erfitt. Það er oft þannig að fyrsta árið þá er einhvern veginn svo mikið jákvæðni og allir gefa allt í þetta. Svo annað árið þá svona já, nú er ég bara orðinn úrstöðuleikmaður og þá þurfum við að passa okkur að slaka ekkert á. En með það sem ég hef séð og gæði hópsins og það sem ég hef heyrt þá eru allir möguleikar að gera betur en fyrir. Hallgrímur, velkomin í KA. Hlökkum til að sjá það vellir mér. Takk hérlega.